Helsti ókosturinn við fasta vexti að aðgengi okkar að fjármagninu eðlilega takmarkað. Og það að hafa takmarkað aðgengi að peningum kostnaður. Þannig að það ákveðin áhætta sem fylgir því. Ef ég þarf mikið á þeim peningum að halda vegna þess að eitthvað kemur upp á, að þá það augljós ókostur að geta ekki nálgast á peninga, heldur þurfa mögulega að ráðast í eitthvað kostnaðarsamt eins og að taka yfirdrátt eða eitthvað slíkt. Annað það að ef vextir hækka verulega, þá ég fastur á vöxtum sem eru minni en ég gæti fengið á þeim tíma. Þetta áhættan, þetta kostnaðurinn við fasta eða bundna vexti, en kostirnir geta verið ótvíræðir. Kostirnir geta verið þeir að ég veit nákvæmlega hvað ég fæ, ég get fest mér það sem ég veit að góð ávöxtun í fyrirfram ákveðin tíma og þetta getur passað vel, þetta getur passað sem hluti af okkar eignadreifingu, þetta getur passað ef við ætlum að geyma peninga í tiltekinn tíma, þetta getur passað ef við erum bara almennt mikið að ávaxta peninga á bankabókum en einhver hluti þess sparnaðar þarf ekki að vera laus hvenær og hvernig sem